Ég heiti Viðar og ég kenni eðlisfræði í Flensborg. Orka og vinna eru tengt fyrirbæri og orkulögmálið það sýnir okkur að í sérhverjum breytingum þá varðveitist heildarorkan og hér höfum við orkulögmálið. Það að í fyrra tilfellinu er stöðuorkan og hreyfiorkan ásamt vinnunni sem framkvæmd jafn mikil eins og í seinna tilfellinu samtals stöðuorka plús hreyfiorka plús vinna núningsins á leiðinni. Og nú skulum við kíkja á að krafturinn F að ýta á einhvern hlut, til dæmis bíl hérna, eftir láréttum fleti og þegar hann er búinn að ýta þá er bíllinn að fara hraðar og hraðar og vegalengdin sem að hann er að ýta er þetta S hérna og krafturinn heitir þá F. Nú, við skulum kíkja á hvernig lítur orkuvarðveislan út hér. U1 plus K1 plus vinnan er jafn mikil eins og stöðuorkan í seinna tilfelli, hreyfiorkan í seinna tilfelli og vinna núningsins á leiðinni. Nú getum við nefnilega sagt að þetta er á láréttum fleti þannig að stöðuorkan í báðum tilfellum er 0. Við tókum við bílnum kyrrstæðum svo að hreyfiorkan í upphafi er 0 en vinnan sem við framkvæmum er einmitt kraftur sinnum vegalengd. Jæja, bíllinn fór alltaf hraðar og hraðar og formúla fyrir hreyfiorku er hálfur mv í öðru og í þessu tilfelli er okkur sagt að það sé engin núningur og það þýðir sem sagt að vinnan F sinnum S kemur öll fram sem aukning á hreyfiorku. Nú skulum við hugsa okkur að kallinn, hann er að lyfta hérna með kraftinum F einhverjum kassa og hann lyftir honum upp hæðina H og hann notar sem sagt kraftinn F til þess að lyfta kassanum upp og aftur góð jafna er nú sjaldan of oft skrifuð og við skulum segja hérna að U1 plus K1 plus tvöfalt vinnan sem sagt er jafnt og U2 plus K2 plus núningsvinnan á leiðinni. Nú, hvað getum við sagt stöðuorkun til að byrja með? Hún hlýtur að vera 0. Við tókum við kassan í kyrrstæðum á gólfinu, svo það er líka 0. Vinnan á leiðinni er þá krafturinn sinnum hæðin, því að hæðin er hérna vegalengdin. Og þegar að kassin er komin upp í hæðina H, þá hefur hann stöðuorkun M sinnum G sinnum H. Nú, hann er líka með hreyfiorkuna, hálfur M sinnum V í öðru og þetta er náttúrulega allt unnið hérna í loftinu þannig að það er bara engin núningur og það þýðir að krafturinn að vinna sem við notum hérna F sinnum H er þá orðið jafn mikil eins og M sinnum G sinnum H pluss hálfur M V í öðru. Nú skulum við hugsa okkur að við séum hérna með kassa á gólfi og við erum að ýta honum eftir gólfinu hérna, vegalengdina 5,6 og hér er kallinn okkar, hann er að ýta kassanum en nú bregður svo við að það er núningur á gólfinu og ég veit ekki hvort að þú manst það en núningskrafturinn hann er einmitt F núningur hann er einmitt núningsstuðullinn 0,34
sinnum massi kassans sem 1,2 og sinnum þyngdarhröðun jarðar hér á Íslandi 9,82 og eigum við ekki bara að reikna þetta? Þetta bara slétt 4 newton, 4,0 newton. Jæja, kallinn sem sagt að ýta kassana 5,6 metra og við eigum að reikna hreyfiorku kassans þegar hann komin hérna 5,6 metra. Nú góð jafna nokkuð tíma of oft skrifuð? Nei. U1 plus K1 plus vinnan á leiðinni jafn mikil eins og stöðuorka í seinna tilfelli plus hreyfiorka í seinna tilfelli sem við eigum reyndar að finna núna og plus núningsvinnan, tvöfalt vaff núningur. Jæja, við getum sem sagt að því þetta alltaf á láréttum fleti að stöðuorkan 0 í báðum tilfellum. Við tókum við kassan í kyrrstæðu svo að upphafshreyfiorkan líka 0 en vinnan sem við erum að framkvæma það kraftur sinnum vegalengd 23 sinnum 5,6 og í seinna tilfelli þarna þá hann á láréttum fleti ennþá svo stöðuorkan 0. Hreyfiorkan hún eitthvað K2 sem við eigum að finna en hvað núningsvinnan mikil? Hún núningskrafturinn 4 sinnum vegalengdin 5,6. Nú getum við bara einangrað hreyfiorkuna K2 og hvað fáum við? 23 sinnum 5,6 mínus 4 sinnum 5,6. Já, þetta var sinnum. Og út úr þessu þá fæ ég 106 joule. Þá getum við kíkt hérna á vagn. Hann hefur massan 5,5 kíló og hann upphaflega hér á hraðanum vaff, ég má segja bara vaff 1. Það 0,8 metrar á sekundu og hann rennur hérna 6,6 metra niður eftir þessari brekku hér 6,6 metra og þá hefur hann mist hæðina hér 1,1 metra. Jæja, svo þegar hann komin hérna alveg neðst niður á jafnsléttu getum við sagt þá hraðinn vaff 2 orðinn 4,4 metrar á sekundu. Jæja, og við eigum að reikna vinnu núningskraftsins og við eigum að reikna núningsstuðulinn og góð lausn byrjar á góðum munaramma. Og þá segjum við í fyrsta lagi að fyrir stöðuorkan fyrir pluss hreyfiorkan fyrir pluss vinnan á leiðinni niður jafn mikið eins og stöðuorkan niðri pluss hreyfiorkan niðri pluss vinnan núningskraftsins á leiðinni. Þá getum við sett inn í þetta tölur stöðuorkan hérna uppi. Hún m sinnum g sinnum h sem 5,5 sinnum 9,82 sinnum hæðin 1,1 hreyfiorkan hálfur sinnum massin 5,5 sinnum hraðin í öðru veldi 0,88 hann í öðru veldi niðri þegar að vagnin komin alveg niður á jafnsléttu þá stöðuorkan orðin 0 hreyfiorkan hún hins vegar hálfur sinnum massin 5,5 sinnum hraðin 4,4 í öðru veldi og núningsvinnan á leiðinni og það akkurat hún sem við eigum að finna. Ég setti nú tölurnar hérna bara inn í reiknivél og fann út að vinstri hliðin var 61,54 og hægri hliðin var 53,24 pluss vinna núningsins sem við áttum að finna.
og það þýðir ef ég dreg þetta nú frá vinstri hliðin 61,54 mínus 50 og 3,24 þá fæ ég vinnu núningsins sem að er jafnt og 8,3 joule. 8,3 joule. Þessi, hérna, þetta fyrir svarið, þessi vinna núnings er búin til úr núningskraftinum y sinum m sinum g sinum kósinus af horninu, sem við vitum ekki ennþá, sinnum vegalengdin s. Nú, til að finna hornið þá rifjum við upp að amma illa segir að sínus af horni er sama sem mótlæg hlið, sem í okkar tilfelli er 1,1, deilt með langhliðinni sem er 6,6 og það þýðir að við getum notað arkosínus, andstæða hornafallið, arkosínus af 1,1 deilt með 6,6 til þess að finna hornið og ég er búinn að setja þetta í reiknivél og fekk 9,6 gráður. Það er nú ekki mikill halli, en þó reynlegt, þetta rennur allt þetta ljúflega niður og við skulum einangra núna mýið. Sjáum við hérna er mýið sem við eigum að einangra og það þýðir að við getum sett þetta upp á brotastrikk 8,3 joule sem að vinna núningskraft deilt með mýinu. Nei, við ætlum að einangra mýið, við þurfum að deila með massanum, hann er 5,5. Við ætlum að deila með þyngdarhröðunin 9,82. Við þurfum að deila með kósinus af horninu og hornið er 9,6. Og við þurfum að deila með vegalengdinni og vegalengdin hérna niður skábrettið er 6,6 og allt er þetta mý og útkoman verður þá 0,024. Þetta er einingalaust af því að mýið er raunverulega bara hlutfall milli tveggja krafta svo að núningsstuðli 0,024 án einingar. En nú kanntu líka nógu mikið til þess að reikna æfingadæmin í Word-skjalinu hérna og 2 af þeim dæmum koma lítið breytt í næsta örprófi. Gangið þér vel!